Komdu sæll og blessaður, kæri rútur. Þá er komið að lestrinum þínum og ég er búin að draga spilin svona til að spara tíma og okkur er ekkert að vanbúnaði og dembum okkur bara í þetta. Spilin þín segja mér að það er búið að vera erfitt. Þú ert búin að vera að standa í einhvers konar erfiðum málum, mikilli vinnu, erfiðisvinnu eða leysa úr flækjum einhvers konar og ef til vill hefur tapað meira en þú hefur unnið varðandi það. Partur af þér er ekki ánægður með hvernig málin hafa farið, þér finnst eins og þú hafir verið svikin að hluta til. En þú ert hérna í djúpum þöngum. Þessi hugsandi maður er búinn að koma oft hérna upp í spilunum hjá mér undanfarið og að þú geti verið að hugsa til ákveðna mannesku eins og myndin sýnir. En mér sýnist þú vera meira að hugsi yfir einhverju sem hefur verið í fortíðinni og hvernig málin hafa þróast hjá þér. Í dag ertu í ágætismálum, það er að segja þú ert búin að fá einhverjar óskir allavega uppfylltar þó að maður sé aldrei alveg ánægður. Það er eins og einhver gjöf sé annaðhvort á leiðinni til þín eða þú sért nýbúin að fá hana. Eitthvað sem að alheimurinn er að færa þér, getur verið með annarri mannesku eða í formi annarri mannesku og það er svolítið verið að benda þér á að sýna þakklæti, bæði í orði og verki. En þessi gjöf getur verið partur af velgengniðinni og sé gefin þér sem einhvers konar viðurkenningavottur. Þetta getur líka verið bara hreinlega blómvöndur frá aðdáanda. En breytingar eru framundan og breytingarnar verða til góðs eftir að þú losar þig við hérna ákveðna einstaklinga eða ákveðna aðstæður, táknaðar hérna með músum. Mýsnar geta táknað missi eða veikindi, geta líka táknað að það eru einhvers staðar í þínu lífi einhver göt sem eru, við skulum segja til dæmis peningar týnist út Það er að segja að það er eitthvað í þínu lífi sem er ekki nógu þétt, þar sem ekki er nógu mikið haldið utan hlutina. Ef ég tengi þetta við veikindi þá getur þetta verið heilsaðin sem er smám saman að láta þig vita að þú þurfir aðeins að huga betur að sér. Mýsnar geta líka boðað, eins og ég sagði, missi einhvers og svona í heildina eru mýs eitthvað sem þú vilt ekki hafa inn á heimilinu þínu eða nálægt þér. Allt í lagi að hafa þær í sínu náttúrulega umhverfi út í náttúrunni. Þar eru þær ekki skaðvaldur. En hér eru þær í allt öðrum tilgangi. Svo lengi sem þú athugar þetta og varast þetta, þá líta hlutirnir vel út. Það er eitthvað sem er að koma aftur úr fortíðinu fyrir þig, til þín. Það getur verið í formi heimsóknar
Ef til vill ertu að íhuga flutninga eða eitthvað sem að kemur fjármálunum þínum á betri kjöl heldur en þau hafa verið áður í. Storkurinn situr hérna í tómu hreiðri, sýnist mér, nei, það er 1 egg hérna, ok. Ef til vill ertu í tómu hreiðri, eins og maður segir, orðin 1 eða 1, börnin farin og komin tími til að gera einhverja breytingar. En þar sem að 1 egg er eftir, já, það er spurning að þú sért að hugsa fram í tíman. Það er eitthvað hérna varðandi það að allavega skoða það að breyta til og það er ekkert að því. Það er ekkert að undirbúa sig fram í tíman. Þetta sem ég talaði áðan, veikindi, missir, eitthvað slíkt, einhverjar mýs sem er að naga hérna ræturnar þínar. Spilin er að segja mér að þú sért, kæri hrútur, dálítið gjarn á að horfast ekki í augu við þegar eitthvað er að í lífiðinu. Ef til vill ertu ekki tilbúin að viðurkenna að þú þurfir að breyta einhverju. Kannski þarftu að breyta einhverju í þínum daglegu venjum. Þú gæti þurft að breyta heilsunnar vegna eða fjárhagsins vegna. Og það er ekki gott að loka á þessa hluti í langan tíma. Heldur borgar sig bara að vera heiðarlegur, horfast í augu við hlutina því fyrr sem að það er gert, því betra er að vinda ofan af einhvers konar erfiðleikum eða veikindum. Bara vingjarnleg ábending til þín hérna úr spilunum. Síðan sýnist mér hérna framundan vera fögnuður. Þessi fögnuður tengist barni fyrir marga ykkar, kæri hrútar. Hér er nýtt barn að koma inn í fjölskylduna. Það geti verið þitt eigið barn eða barnabarn. Allavega lítill geisli sem að á eftir að skapa gleði í þínu lífi. Það er fögnuður hér vegna þessa. Einnig gæti þetta verið eitthvað tengt barni, skírn eða eitthvað slíkt. Og einhver í fjölskyldunni gæti líka verið að koma með nýjan kærasta eða kærustu inn í fjölskylduna. Hvað sem það er, þá er þetta allavega afskaplega fallegt og kærkomin viðbót, skulum við segja. Og síðasta merkingin sem ég fæ hérna út úr þessu, kæri hrútur, er að þetta gæti verið þú sjálfur að upplifa eitthvað nýtt á tilfinningarsviðinu. Ef til vill er einhver hérna sem að þú gefur auga. Þú færð hérna 1 spil í viðbót. Spiritual adventure stendur hér. Það er að segja andlegt ævintýri. Hér er verið að koma inn á ferðalög, aukna menntun, reynslu og inspirasjón. Eitthvað sem að færi þig til að kveikja á sköpuninni hjá þér, einhverju ástríðu sem að ef til vill hefur verið í dvala, og þetta er svolítið í takt við þetta síðasta sem ég var að segja hérna áðan. Ferðalag, vissulega, jafnvel að einhver sé að koma að heimsækja þig, kæri hrútur. En
reynslan sem að kemur úr þessu ferðalagi allavega þín, upplifunin, og þú munt svo sannarlega læra eitthvað nytsamlegt líka af þessu ferðalagi, þó að þetta þurfi ekki endilega að vera námsferð sem slík, bara svo lengi sem þú hefur augu og eyru opin og ert tilbúin að taka við upplýsingum og nýjungum. Spennandi, kæri hrútur. Hér fólk í lest, en það getur verið hvaða faratæki sem þú ert að fara að ferðast með. Einn engil færði hérna að lokum, hrútur minn góður. Já, og það engil sem kemur með blómaorku, flower power. Eittu tíma með blómum og blómakjarna oljum, skulum við segja. Eða, já, flower essence, það í raun og veru bara kjarni blómana. Það verið að tala hérna að það sé heilun í þessum blómum. Blóm eru yndisleg, þau gleðja bæði augað og önnur skynfæri. Afskaplega góð lykt af mörgum blómum, fresjur eru mitt uppáhald. Og blómin eru með það mikið af litum að það stundum eins og bara að sé lit að sprengja í gangi. Meira segja blóm sem eru umdeild og vaxa ekki alltaf á réttum stöðum, eins og lúpínan sem er búin að hreiðra sig. Hún samt sem áður afskaplega falleg og þetta einmitt hennar litur hérna, þessi fjólublái. Fjólublái líka háandlegur litur. Þannig að kannski þarftu bara að gleðja sjálfan þig, kæri hrútur, með því að fara út í náttúruna meðal blómana, nú eða fá þig blómvönd til að skreyta heimilið þitt. Og þetta sem ég sagði með blómakjarnaoljurnar, ég kann ekkert á það. Það algjörlega utan míns sviðs, en ég veit að margir fást við það og fá af því bæði gagn og gleði. En þetta eru loka skilaboðin mín til ykkar, kæru hrútar. Ef þið viljið fá persónulega lestur bara fyrir ykkur, þá getið haft samband við mig á Messenger á Facebook síðunni Ljós og kærleikur.